Sunna, jólin í næstu viku. Trúir þessu? Nei. Ég trúi ekki. Hvernig? Og hvað það lögðið það? Nei, það föstudegi. Þetta er jólatvinnureikandans. Ángríns. Þetta er alveg siðlust. Voru ekki búin að tala þetta. Mér finnst það. Mér líði þannig líka, sko. Þetta er ekki lægið, sko. Þetta er pirrandi. Þú sko, þetta er ekki bara að lenda á einhverjum öðrum degi. Ángríns. Hvað er best að þetta lenda á? Rúglega, þú veist. Sunnudegi eða eitthvað. Já, eða sunnudegi. Nei, mánudegi. Mánudegi, já. Það var alveg frí fyrir. Já, einmitt. En samt. Jú, það er lang best að lenda á mánudegi. Að því að, þú veist, þá ertu frí á laugardeginum og sunnudeginum, þú veist, áður. Já. Mánudaginn, svo ertu frí þá þriðjudegi og miðvikudegi og fimmtudegi. Einhverju fimmtudegi? Er það ekki eitthvað annar jólum, eða? Nei. Ok, það er bara þessu fimmtudegi. En það var eitthvað tíma þannig að það var bara straight frí. Já, í heila vikunast því. Já. Þetta er svona nánast, við gerum þetta svona. Já, en þetta gerum þetta skilur að vera á miðvikudegi og svo á jóladagur Jú, það er endar. Og svo frí eftir á líka. Þá ertu eiginlega bara strax komin inn í gamla ás. Já. Miðvikudagar, góðu dagar. Það eru góðu dagar. Elskar miðvikudagar. Já, miðvikudagar er góðu dagar, sko. Já, það er það. Það er það. Erum við að tegja? Já, takk. Endilega. En já, þannig að þetta eru jól atvinnurekandans í ár. Já. Til hamingju allir atvinnurekandur. Til hamingju með að vera Grinches. Þetta er Grinch. It's the Grinch year. They are the Grinches. Grinch. Mér finnst bara, ég var að ræða þetta viku sem var að ræða daginn. Bara svona, það er ekki frí að Þorláksmessu. Nei, ég var aldrei verið. Nei, ég veit það. Mér finnst það bara fáránlegt. Já, hvernig á maður að fara að sköta hana, skilur? Nei, í alvörinu samt. Fólk er alveg með hefðir á Þorláksmessu. Mjög margir með hefðir Þorláksmessu. Já. Og þú veist, sérstaklega, þú veist, þessu skatan, skilur. Þú vilt ekki fara í vinn, þú vilt ekki hoppa í hádeginu og fara aftur í vinnina, sko. Þú lyktar ekkert eðlilega illa. Alltaf í skötu? Já, ég fer alltaf. Já, fer alltaf, já. Ég líka fara, þú veist, á stað sem verður skata. Er það á veitingastað eða? Nei. Heima á sig. Ég fer vanlega alltaf veitingastað en núna erum við heima. Er það? Já. Heima á babænum? Oh my god. Ég er alveg smá bröð, sko. Já, hvernig fórnar fólk húsinu sínu fyrir það? Bara bílskunum. Já, einmitt, ok. Alveg af já, og þú mátt ekki fara inn í húsið, skilur. Ég er bara svona, hvernig á ég að pissa? En þú veist, förum alltaf annan einhverja litla bara svona sjoppu stað. Bara fara bara síðan í mann eftir mér. Og það er alltaf plokkfiskur. Já, með. Ég fæ mér bara plokkfiskinn. Já. Og svo bara mæti ég hana til að, þú veist, deyja og lykt, bara eitthvað stemminguna, sko. Einmitt. Alltaf gæði með harmoniku, bara eitthvað. Já, ok, það er fjör. Já, þetta er alveg alvöru bara alvöru stemming, skemmtun. sko. Ég er að fara það sem þú veist, það er þetta var svo salt. Harmoniku. Heitir þetta harmoniku, sorry. Já, harmoniku, já. Það er þetta fyrir saltfisk eða grjónagraut. Þannig ég bara um grjónagraut. Bara grjónagraut. Ég er svo lykt. Þegar það er svona fiskilykt. Já. Það er alveg steikt, sko. Já, kannski er það en þú veist, okkur voruð ekki með plokkfiskilur eða það verið svona gott teika á þessu en saltfiskur er ekki alveg þar. Nei. Ekki nema þessi nætur saltaður þoskur eða eitthvað. Ég hvað ekki það. Nei, en bara plokkfiskur, ég elska plokkfisk bara ekkert meira skilur. Og það er bara jóla mitt. Já. Mér fyndi. En já, mér finnst það skrítið að sé ekki frí á Þorláksmessu. Já. Bara frí deginum áður. Það er fáránlegt. Fólk er ekki að vinna bara til. Ég er aldrei að vinna Þorláksmessu því ég bara mest að jólabarni heim og þegar, þú veist, ég var í vaktavinnu þá var ég alltaf bara, nei, ekki séns. Nei, einmitt. Það er líka siðilegt að vera bara eitthvað, kannski vinna, segjum við að vinna veitingastæði, bíó eins og ég, og vinna til 1 nóttina eða eitthvað. Bara komin aðfangandagur, góðan daginn. Nei, það er galið, sko. Það er ekki lagið, sko. Nei, er það ekki. Líka, þú veist, ég er aldrei lent í... Fólk er náttúrulega að vinna á aðfangadag, þú veist. Ég veit það 100%, skilur, fólk er í þannig störfum 100%. Við talum bara svona fyrir kannski bara meðalmannin einhvern veginn sem er bara að vinna á snýstistofu eða eitthvað, skilur. Já, bara, fyrst, einmitt, bara skrifstofu eða eitthvað, já. Það er bara svona venjulega vinnutímar, kannski ekki í vaktavinnu eða þú veist þannig, þá finnst mér galið að þau fá ekki frí í 2003. Gríns, hlýtar eitthvað. Ég líka, fyrst, ég er með svona hefð sem er að gera brönns alltaf á Þorláksmessu með, fyrst, bróðum mínum og eitthvað. Og, þú veist, hvernig á ég að gera það þegar ég er að vinna? Já, eða bara eitthvað í hóknum, skilur, þú veist, bara bróðin eitthvað, skilur. Já.
Já, hann reyndar með aðstæðlega vinnu, eða þú veist, hann er ekki með aðstæðlega vinnu. Til dæmis, eða komið eða eitthvað. Já, Hann getur alveg verið að vinna. Hann er líka með svona aðstæðlega vinnu. Já. En fyrst, já. Það er svo aðstæðlega vinnu tíma. Það er það sem ég er að meina. En ef maður er svona venjuleg 9 to 5 einhvern veginn, þá... Já, mér finnst það galið. Þá er þetta bara át á venjulegu dagur. Já, mér finnst það leiðilegt. Þú veist maður segir ekki venjuleg. Nei. Það er galið. Þorláksmessu er nefnilega ekki venjulegur dagur. Það er ekkert mál að vinna á Þorláksmessu ef hann er rauður, sko. Já, það er svona extra cash. Yes. En bara ekki venjulegur dagur. En það er yfirleitt örugglega eitthvað svona gaman í vinninni. Ég vona allir séu bara eitthvað með litlu jól. Það er líka bara, 100%. Það er enginn getur ekki sagt að þú getur gert eitthvað það mikilvægt degi fyrir. Nei, bara frí, skilur. Já, einmitt. En samt skilur eins og núna, þetta er bara helgafrí. Þannig að þetta gæti bara vera venjuleg föstudagur í mörgum. Þetta er glatað. Já, ef þetta var miðvikudegi þá var þetta svona, ok, þú þurfum ekki að gera neitt, skilur. Já, mér finnst líka bara, sorry, fyrst, ég veit að ef við varum atvinnurekendur þá varum við mjög næskrænilega. En fyrst, bara hvað, ég myndi ekki að mæta á milli jól og nýjárs. Nei. Af hverju er það að gera það? Nei, einmitt. Bara, góðan daginn, hvað, bara, þú veist. Einmitt. Ok, þannig að fólk þarf að vinna í matsöluverslun líka og eitthvað, skilur. Já, ég veit það. En ok, segjum bara eins og, þú veist, og var að vinna bara skrifstofu. Já. Bara já, góðan daginn hérna. Þú veist, það er svo mikið sem það er að gera, örugglega. Já, 100%. En bara fyrir nýtt ár. Það vera komin í jólaskapið. Og svo bara aftur fyrir tilbaka, bara að plana 2021. Já. Hjálpi mér. Æ, ég veit ekki. Kannski líka. Ég veit oft unni á milli jól nýjárs. Já, ég líka. Eiginlega bara alltaf, en það er samt, maður er bara svona, ég veit ekki. Man bara þegar ég var lítil, þetta var svo ógeðslega langt frí. Já. Þess vegna náðum maður líka bara að horfa bara Lord of the Rings Extended Version fyrir sínum 4, skilur. Einmitt. Maður hefði allan tíman í heiminum. Maður alltaf geðið mikið að jólabóðum og... Já. Sko, foreldrar okkar voru þá duglegir og pælar að segja þessu. Þegar við erum í fríu skólanum og við erum að mæta í endalastu jólabóðum og eitthvað og þau eru að fara í vinnuna. Skilur, og hugsa okkur. Einmitt. Sem ekki eðlilega flókjörugla. Já, og Chris. Og fucking... Við erum alveg mest, sko. Já. Alveg er þetta að hugsa okkur. Ég var ekki að hugsa sjálf um mig, sko. Ágríns. Nei, ég segi svona, þetta er alveg, þú veist, erfiðist tími líka út af því að einmitt fólk á börn og þau fari frí og hvað á það að gera? Hvernig á það að fara í vinnuna milli jól og nýjárs þegar barnið er í fríi? Nei, þess líka bara, þú veist, að plana líka svo bara gamlársdag, skilur með. Einmitt. Pælti hvað er erfitt. Og versli matinn fyrir það. Já, nei, þú kannski bjóða 20 manns í mat og hugsa börn. Wow. Jesus, og vinna. Ángríns. Hjálp okkur. Sem foreldrar eiga bara... Báðum erum við farið að vera þessi típa, sko. Það er hæðilegt. Jésús. Ég er bara stressuð. Veistu það, þá er samt gott að það sé komin ákveðin tækni í dag sem var ekki komin kannski þegar við vorum yngri. Eins og getur fengið matinn sendan heim. Ángríns. Nei, í alvörunni. Ángríns. Það er röglað, þú veist, fyrir svona busy fólk. Það lítur að vera bara life saver. Já, getur bara panta allt á netinu og bara kemur til inn og... Já. Og mögulega vantaði eitthvað make-up í leiðinni. Já, jólagjafinnar, skilur. Þú getur bara vestlað einu og bara... Já, tala um jólinn, já. Já. Ég var enda först á milli jólinn. Já, eða það, skilur. Þú vantaði make-up fyrir nýjárs. Þú hefur fyrir gamla að segja. Þú er ekki tíma til þess að fara, þú veist, eitthvað að finna make-upið, skilur. Þú getur bara farið þarna inn á. Bara hana heimkaup. Já. Beinstu leið. Heimkaup.is. Já. Bara maturinn, jólagjafinnar, make-upi fyrir gamla árs, þetta er ógeðslega simpúl. Og bara aðfangadag. Það er eitthvað sexy við það að vera með fresh make-up á aðfangadag, sko. Vera með eitthvað allavega nýtt. Það er svo margir sem halda upp aðfangadag samt bara í náttfötum og... Aha. Mjög margir. Það? Á Íslandi? Já. Ó, ég fyrir kjól, sko. Ég veit það. Nei, það er ekki þannig. Ég sver þig hvers. Ekki á Íslandi. Jú. Nei. Það er svona náttúrjól, það er ekkert eðlilega vinsælt. Þeir eru þá að breyta svona höfðum. Það er alltaf bara svona ekki fara í jólaköttin og hvað er það bara að kaupa nýja brók? Ný náttúrt. Áhugavert. Já. En talandi um heimkaup snyrtiverur, þá langar okkur að láta vita því að við vorum að starta gjafaleik á Instagram. Yes. Þannig að þið þurfa að hoppa yfir Instagram með okkar tilboðið og þið getið unnið fyrir þig og vin 50 krónu inneign. Það er eitt eðlilega mikil peningur. Það er geggjað, sko. Það er alveg jólagjöf. Það er það, sko. Þetta er okkar jólagjöf frá heimkaup og okkur. Til ykkar. Þið sem vinnið, þið bestís sem vinnið, lofa okkur sinnu því að þið eigið þessu í ykkur. Þið eigið að skilja. Já,
Algjörlega. Ekki en það getið eitt þessu ykkur og kannski keypt nokkur jólagjafir já, mér finnst bara svona fólk verður að muna að trýta sig líka 100% við allavega erum, þú veist we preach that þannig bara svona, ef þú færð 50 skall rétt fyrir jól þú veist, ekki fara að bæta segjum þú búin að kaupa eitthvað lítið handa einhverjum þú veist, ég get bætt í pakkinu öllum nei, líka, þú veist, farað að keypti þér eitthvað skilur einhver svona make-up og eitthvað svona trít skilur já, fyrir þig já, sem þig langar í bara endur nýja bustasetti skilur eða eitthvað nákvæmlega það var svo næs já, og keyptið Mr. Co til þess að þrífa nýju bustana ég minn einasti svo sniðugt já, þannig að allan því sem vinnið þið verður að nota eitthvað þessu þið verður að lofa okkur að nota eitthvað þessu í ykkur já, 100%. For yourself við viljum að þið trýtið ykkur sko já, en svo líka núna út vikuna þá 20% af Bobbi Brown make-upinu inn á heimkaupstyrstuverum sem við meðlum ekkert eðlilega mikið með þetta geggja make-up very good og já, eins og sem þá erum við alltaf líka í boði Mr. Co já og við mælum alltaf með Mr. Co fyrir að halda bustunum hreinum og nýju gjaföskinu þeirra og eins og við erum að fá hana hún er ógeðslega flott oh my god, við vantar hana hún er sjúklega cute ekki? Jú, þannig að þetta er bara nákvæmlega eins og við vorum að lýsa perfektlega pakkin ég elskum þannig geggjugjöf þannig að þið veitir hvar þið versli jólagjafirnar og gjafirandar ykkur herðu, ég kom í pakka herðu, já, ég líka herðu, gjafapokki ég veit það, Sjómla við erum að taka upp svo snemma sko, krakka mín er að ég var að pakka innan meðan þú varst að leiða að segja mig já, sko veitu, wow what the hell is this þetta að þreifa þessi í svona poka sko, það heyrist í mínum hvað er þetta? Er þetta eitthvað jólaskraut? Ég hef ekki hugmynd hvað það er gott þú settir því svo leiðilega pakka getur ekki þreift á þessu hvað séum við að þrifið á þessu? Nei, þreift á þessu það er alveg skrítið orð þetta er mjög léttu pakki sem ég held á mjög þungu pakka þetta getur verið kerti eða eitthvað getur verið kerti þetta er eitthvað svona ég hugsa jólaskraut það er svolítið alveg smá siðlust að gefa ykkur jólaskraut í jólagjöf sko, nei, ég hugsa þetta en ég hugsa ekki fyrir okkur því við svo er þú að gefa mig jólaskraut nei það var þetta mjög vel þegar því á ekki ég veit það, en hérna fyrir okkur því við opnum þetta svo undan aðfakadegi þannig að fyrir okkur er það ekki alveg galið nei, trú ég veit ekkert hvað þetta er ógeðslega skrítið í laginu þetta eru skeiðar eða eitthvað nei, ég veit ekki ég ætla ekki að kerti já, gott gísk I don't fucking know nein já banna að blóta á jólunum herra, við erum hérna í setjum okkar því sem eru að horfa þið sjáu hvað við erum vel skreittar því sem eru að hlusta við erum í jólapesum það er svona hefð hjá mörgum og það er svona þema hérna topic dagsins jólapesur nei, bara svona hefðir nei, já, það er rétt hjá hefðir við náttúrulega sko tókum við náttúrulega ræddum jólahefðir í aðfangadagsþættinum í fyrra og þá voru verið að jólahefðir teboðsgestana já, það var síður já, tríðu okkar er komið í eitthvað alveg baslita já, líka sko hvað alltaf kúlunar eru hér með það snýr eiginlega öfugt nei, er það? já, rosa mikið hérna það má ekki expósa það að við skreittum það bara einu megin Jesús já, ok, haltu bara áfram, hætt að baka þessu ok, ég hætti að baka oh no er þetta að baka mig? já ok, heyrðu, já hanging by a thread hérna þetta tré ég var rættum þetta í aðfangadagsþættinum í fyrra þá voru að tala um, þú veist, hefðir teboðsgestana það var ekkert eðlilega skemmtilegt það var ekki aðfangadagshefðir jú, það var aðfangadagshefðir það var svo ógeðslega gaman að heyra, þú veist ég er búin að hugsa nokkra því núna sko er ég að hugsa hvað hefðir allir ég búið til í ár ég reynd þórin ákveða eitthvað en ég mér aflust bara kík inn á grammi okkar, far inn í þú veist, eða hlusta þáttinn og far inn í, einmitt, eða það og
stela hugmyndum að því ég man eins sagðist alltaf að fara í sund með pappa sínum aðfangadagi. Hvað krúllett? Mér finnst það ekkert eðlilega sætt. En þetta þarf okkur að vera sundstarfsmaður á aðfangadag. Ég veit það. En sá starfsmaður, ef þið eru í vinnum sem að krefist þess að þið sé að vinna á þessum dögum, þá auðvitað bara að fyrst við skiljum það alveg, við erum bara svona að tala hypothetically. Já, við erum bara mest í jólabönn í heimi. Já, og það er alltaf sumir sem eru bara ekkert jólabönn og finnst bara næst að vinna á þessum tíma. Já, og líka bara ef þú ert að vinna og ert í þannig starfi, bara takk hérlega, skilur, takk hérlega fyrir að standa á vaktina. Ángríns. Eins og þú sem vinnur í sundi, skilur, takk fyrir. Þú ert að búa til hefðir fyrir annað fólk og þú ert að búa til bara, ekki bara hefðir, bara minningar og minningar eru gullskildi. 100%. Og þau eru, já, bara það verðmætasta sem maður á. Algjörlega, alveg samanlega. Takk, þátturinn er búin. Þetta var mjög krúllegt. Nei, ég segi svona, en þú veist, auðvitað er alltaf fólk sem vinnur, ekki starf. Já. Og við skiljum það alveg. We don't blame you guys, we're proud of you. Já, ángríns bara, dáist það ykkur. Já. En þannig já, mér finnst að allar hefðir eru svo skemmtilegar. Já, bara, ok, hver svona aðalhefðuna þínar í kringum jólin? Ég held að við alveg tekið þær áður fyrir. Já, það er bara skatan hjá þér. Já. Og kakó hjá pappa á aðfangadag. Já. Og já, ég veit ekki, alltaf matur 6. Þú pútt mig á það spattina, sko. Ég er ekki búin að hugsa þetta yfir. Það er svo margar hefðir, sko. Já, eða? Já, okay. Alltaf bara svona, mjög svona, ekki strict, skilur. Nei, bara eitthvað sem ég er bara búin að gera í hausnum á mér. Já, sama hennar, þú veist, það er einhver, ég komi núna með hann jólabrönns á Þorláksmessu. Svo er vinhópurinn okkar að búið til hefð. Það hefst núna 21. Nei, 20. Fyrir ekki 20. Já. Shit. Já, við erum að gera svona bara jólabóð bara. Pollínu jólabóð. Pollínu? Nei, Pálínu. Já. Pálínu. Hvað segir Pollínu? Pálínu jólabóð. Pálínu bóð, skilur. Já. En það er óslega gaman. Þá getur allir komið svona með eitthvað. Einmitt, og þú veist, þegar maður bara komið með eitthvað jólalegt að borða og við erum bara með svona smá hlaðborð. Já. Og við erum bara, já, bara vinahópurinn, mælum við að gera bara svona vina jólabóð. Bara gaman, við ætlum að gera jólabóð og já. Og svo, já, ég meina Þorláksbrönns, svo þú veist mitt ég skata alltaf þú veist haldinn Gunnar meini hans fjölskyldu en við fyrir stundum ekki það er ekkert eitthvað sacred Það taka emblu með við þurfum að baða hann eftir ángríns smúlan kriðbarnið mitt já en já svo þú veist aðfangadag er ekkert mikið sko það er ekkert svona mjög sacred sko nei nema opna eitt pakka fyrir mat bara klukkan 6 ég hef aldrei gert það það er aldrei ég hef heyrt marga sem gera þetta já Ég mun alveg bara að borða jólamatinn í náttútum þá já það er svo skrítið það er ángríns bara margir með þessa hefð núna wow. Þetta er bara þegar fólk er eitthvað svona þetta er amerískt eitthvað mjög amerískt af því að þú veist Ameríkanar náttúrulega það skilur ég aldrei vera bara náttútum að borða jólamat eða þú veist nei ég veit það þeir eru alltaf í svona fancy fötum aðfangadag hjá okkur og svo náttúrulega morgundaginn eftir sem ekki sens það meikar ógeðslega mikið sens við þurfum ekki að sitja út á henni hefðir en það smá skrítið já ég held að þetta sé eitthvað svona til þess að koma í þú veist svona vera með eitthvað svona mótsögn gegn því eða hvað segir maður bara þessum kröfum að vera fínn og eitthvað ég veit já ekki verður jólapeysum bara eða eitthvað já einmitt mega meira sens eitthvað verður að tala um og þér líður ekki vel eða þú veist þetta sé ekki kósi að vera í kjólum og eitthvað. Ég elskar kjól. Ég bara teka öll tækifæri til að vera kjól. Já. En þú bara finna það í jólakjól? Nei, ég fer bara í eitthvað sem ég á. Já, það er snöðt. Bara eitthvað svona klassískan. Já, minnst það sætt. Já. Ég er aldrei eitthvað ég kaup mig frekar eitthvað átist fyrir gamla ás, sko. Já, ertu búin að kaupa þér eitthvað? Nei. Ég er búin. Já. Hvernig? Kjól. Glimmer? Já. Glimmer kjól. Spennt. Yes. Já, eftir að hitta þig á gamlós en ég ásand annan kjól líka sem ég svona hugsa, hvað skal ég vera í honum og hvað skal vera þess, má ekki alveg glimmer í jólunum? Jú, það var glimmer season sko It's the glimmer season, guys Þannig já, ég er allan með svo í netinu annan sem langar í henni ég veit ekki alveg hvað ég gera Ég ætla að enda í bara 4 dressum Já, það er bara outfit change Ég meina, það má gera sem maður vill sko Já, það er 100% En ég þarf allan að finna jólakjól á Emblu Já. Það þarf ég að gera Ég vil sjá rauðan
Rauðan eða bleikan kannski. Já. Fyrst það er með að klæða barni í liti sko. Nei. Hún bara alltaf með hann í ykkur beige bara. Nei, finnst það ekki alltaf dúllulega klædd eða? Hún mjög dúllulega klædd. Já, takk. En ég að fá hann alltaf að vera í lit sko. Já, hún að lit af og til. Hún svona grænt sett, svona ógislasæti. Ég man ekki eftir að hafa séð hann í græna. Jú, og þú sagði mér svo vága grænt fyrir henni vel. Já, þú veist þetta er fyrir svona 5 mánuði með eitthvað. Nei. Þú farið þetta græna setti einu sinni? Nei, hún oft í þessu setti. Svo hún mjög litrík náttfutt. Og hann hlepar þar á eitthvað. Vá, litríkt. Herra, ok, skiptir ekki máli. En við ætlum að tala hérna, já, hefðirnar og hefðir hjá stjörnunum. Þú veist, hvað gerir þessar stjörnur? Ángríns. Pældi hvað næst, bara eins og Mariah Carey. The Queen of Christmas, eins og þau vilja kalla hana. Ekki alveg sammála, hún á eitt gott lag. Þess pældi hvað næst bara, eins og hún er í Aspen bara eitthvað. Ok, mér var svo mikið til að vera í Aspen á jólunum. Hvað er það örugglega gaman? Og hún byrja bara alla þorláksmessu bara með svona sleðarenning. Hún gæti fara út að sleða. Já. Abbo. Var hann ekki þannig í All I Want for Christmas is You vídeóinu? Það var hann eitthvað svona eitthvað að sleða eitthvað. Hún með jólasveininum eitthvað. En já. Og þau drekka alltaf hot chocolate með butterscotch snaps to keep warm. Áhugavert. Það er áhugavert, þannig að þau eru drinking alcohol. Mér finnst þér ekki já, þú veist, það er eitthvað, það er alveg mikil drykkja jólin, sko. Já. Það er alveg, mér finnst það eða þú veist það ekki. Já, og hún fer líka í á svona hestasleða. Skemmtilegt. Og á kvöldið, og þá er hún með hennar drykk. Og er bara eitthvað á hesta svona sleða. Eitthvað under the stars. Ok. Hvað draumir það eiginlega? Ég veit ekki, ótrúlega jólalegt. Já. Það er rétt hjá þér, í þessu myndbandi er hún í sleða með jólasveinu. Já, það ekki? Jú, ég er bara þurft að tjekka. Hvernig mundur þetta? Ég veit það ekki, maður bara eftir þessu vídeói. Já, hvernig? Að ég man eftir 9 sem hún gaf út í fyrra. Já, nei, ég man bara eftir mér finnst það svo cute í þessu, já, hún er mjög cute. Hún er svo pirrandi í dag. Þarna var hún ekki pirrandi. Nei, þarna var hún ekki orðin eins kokki hún er í dag, sorry. Þannig er hún bara eitthvað tvítu eitthvað að gefa út jólalag. Já, bara ekki að krútlega á því. Já, það er rétt hér. Það er En já, ég var til að halda upp á jólin, sko. Ég var alveg til að eða þessum degi með Mariah Carey. Þótt að mér finnst hún ekki alltaf eitthvað geðveik spennandi, en ég var til að eða þessum degi, þú veist, þetta hljóma mjög vel. Ég held að það gæti verið mjög festive, sko. Ég held það náttúrulega líka. Ég var ekkert eðlilega til að fara að sleða með hot coca. Ég elska kakó, sko. Ég lifi fyrir kakó. Já. Kókó. Oh my god, við erum fyrir að taka aðfangadagstáttin. Já, þá erum við kakó. Eða það ekki? Eggnog. Já, eitthvað svona glugli. Manns hvernig var þegar við tókum 100. þáttin. Já, þegar við erum drunk. Það er alveg gaman. Já. Hversu mikið eggnogi þarf maður að drekka allir og drunk? Já, I don't know. Ég þess að hugsa í glöggja, þegar finnst það gott. Já. Það er bara pínu svona sangaría, bara heitt væp, skilur. Ég er svona að fíla að glöggja eða meira kalt, sko. Já. Eða bara haft það kalt, skilur. Ég er keitt svona ferðinu bara, tekið með. Já, það er til, bara ég held ég í ríkinu og eitthvað. Úf, við náttúrulega aldrei að hvetja neitt til að drekka því við vitið að krakkar. Ég gerir bara það sem ég vilja. Já, eftir. Reese Witherspoon, hún er með jólahefð. En krakkarnir hennar fá að klæða Óskarinn hennar í jólaföt. Vá. Það, þú veist, þetta er svo Þetta er ógeðslega asnalega hefð, sorry. Þetta öskra svo mikið, ég og Óskar. Já, bara, ok, krakkar, núna með ég klæða Óskarinn minn í jólaföt. Hún segir og það kemur óvart með hana. Já. Ég hef alltaf respektað þessu konu, sko. Hún segir að á jólatíma þá fá krakkarnir að klæða Óskarinn í þau setja á hann lítinn hatt og lítinn trefil. Vá, svaka föt. Svo hann verði ekki kalt. Ói, þetta er ógeð. Já. Sorry, þetta er hrikalegt. Já. Hún er bara sjálf að gera þetta og neyða krakkan sinna, en gerð þið þetta? Ég ætla líka bara svona, hvernig kom þessu, hvar fekk hún lítinn hatt? Nei, hún hefur þurft að láta sér sig með þetta, sko. 100%. Eins gott, hún er ekki marga.
Það var alveg skarra nætti marga. Já, reyndar. Ángríns. Hvað fekk hún Óskar? Ég var einmitt að hugsa þetta bara Big Lies. Nei, það var það ekki freka fyrir þegar hún var að leika hana með Johnny Cash myndinu eitthvað. Já, Walk the Line. Já. What role did Reese Witherspoon Walk the Line? Það? Já, vá. Það var svo góð þessu hlutverki, sko. Já, það mann já, Walk the Line. Já. Það ángríns geggjumynd. Það ógeðslega góð mynd. Þú lest mig þú komst mér inn á hana, sko. Já, þetta bara, ég segi þetta við alla sem hafa ekki séð þessa mynd, sko. Já, bara horfið á hana. Já, líka þegar maður fæ bara svona eitthvað newfound respect fyrir tónlistmanni sem ekki okkar tíma, skilur. Og ég alveg bara Johnny Cash bara fan. Já. Þó svo, Elvis myndið komin, eða? Oh my God. Nei, Gucci myndið var að koma. Gucci, ég verðum að sjá hana. Já, við töluðum hana einhvern tímann. Þurfum að horfa á hana. Fara hann í bíó. Ég vissi ekki að það væri svona mikið saga baka Gucci, sko. Nei, ekki heldur. Þessi morð og eitthvað. Nei, ekki heldur. Ég leiði sko bara elska leikarann sem að leika í henni. Já. Lady Gaga. Hún í henni? Hún að hlutverkið. Ég að tala gæðin sem leikur Kylo Ren í Star Wars, hann líka í henni. Ok. Hann ekki ger. Já, Lady Gaga. Já. Mættist. Já, Jared Leto. Nei, Adam Driver. Adam Driver, já. Þetta geggja leikara Já, mjög. En já, Lady Gaga leikur sér svo konuna. The Gucci Web. Já, The Gucci Web. Sem að ég held að sér sögð að hafa drepið mannin sinn. Eða hún fyrir fanglega. Ég veit ætti hvað að segja, en ég heyrði svona utan að mér að þetta væri basically sögðþráði Gucci. Ég vissi það ekki. Nei, ég hef ekki hugmynd. Svo veit maður alltaf skilur Versace og okkur maður aldrei þessu. Einmitt. Ég minnst. En vissi ég svona mikið Versace eftir áður myndi koma út? Ég held ekki. Eða áður þættinni komi. Jú. Maður alveg heyrst þetta. Já, þetta líka svo þetta ekki það gamalt. Nei, reyndar, það ekki það gamalt. Og líka Donatella alveg mjög duglega birta myndir af bróður sínum. Já, ég veist ekki eins og hvað Gucci hvenær það átt að vera. Nei, einmitt. Eru þau ennþá uppi eða? Nei, það held ég ekki. Það hlýtur að vera eitthvað svona 50s dæmi eða eitthvað. Já. Og með að við hvernig þið lúkka á þessu myndum hérna. Já, getum við farið saman á hann í bíó? Já, svo getum við bara tekið þátt Gucci. Já, það er gaman. Já. Nei, þetta 100% eitthvað gamalt. Þetta má fara í okkar topic. En já, Reese Witherspoon með þessa hefð. Þetta er mjög skrítið, verði að segja. En bara... Ok, verður með þessa hefð, ekki segja fólki að þetta hljómar asnalega. Kannski er þetta ekki asnalegt hjá þeim, skilur. Þetta er svona... Já, ég er bara að minna þig á að ég á Óskar. Já. Ég veit ekki. Felast. Guð blessi þig. Oh my God, þetta held ég bara að hefur ekki gerst. Ég heldur það, aldrei. Nerraði í þættinum. Nei, ég verður ekki að ég myndir örugglega muna að þú væri búin að segja nerr. Atjú. Herru, Kate Hudson. Hún er líka með jólahefð. Já. Ok. Sem sagt hún segir að hefðina þeirra hjá fjölskyldan hennar eru mjög svona snúast mikið hvað jólasveitnin vill. Þannig að hún les fyrir börnin sín The Night Before Christmas og svo eru þau með eitthvað svona senda tracker þar sem þau svona sína hvað hann er að fljúa yfir og svo skilja þau alltaf eftir einhverja hluti fyrir hann sem hann langar í. Einu sem langaði hann í rom, rótabjór og lakrís. Hann drikkveldur. Já, þeirra jólasveitnin mjög drikkveldur. Og eitt ári vildi hann glútenlausar smákökur og... Glútenlausar smákökur? Já. Akkur myndi jólasveitnin vilja það? Og möndlumjólk, einmitt. Og möndlumjólk? Já, svo einu sem vildi hann kampavín og smá súkkulaði. Það hljómar eins og ég sem jólasveitn. Og bráðum erum við að fara að vera jólasveinar. Nei, Birta, hættu. Jú, samt pældu í því. Og vera svona max 2 ári að ég vera jólasveinn. Ég veit ekkert hvað að tala um. Já, ok. Það er enginn svona ungur að hlusta heldur á það. Ég veit ekkert hvað að tala um. Ok. Ég þekki þetta ekki. En David Beckham. Ég er sérst að tala um þess að krakka mínir við ætlum að fara að leika jólasveina. Já, við hefum jólasveina búning sem að kemur 2 ára, til 2 ára shipa. Hann var að vera saumur á Norðurpólum. Já. En David Beckham, hann er deginum fyrir framan eldi við að hlusta á
The Queen's Speech. Of course he does. As he should. Sko, hún alltaf hvenær? Hún alltaf á jóladag. Já. Ég vil hlusta í fyrra. Gerði ég það líka? Er það ekki? Nei. Ekki? Jú, ég held að ég verið eitthvað Sunneva, hún í gangi Já, ég verið bara kveikt á henni. Já, þú kveiktir á henni. Þetta á Christmas Day, það 2004 eða ekki? Christmas Day? Nei, jóladagur. Já. Það 2050. Það úrslega kósi bara eitthvað. Já, ég hugsi kveikjala aftur á henni á, sko. Ég veit ekki, þú veist, ég ætla að gera þetta minni hefð. Nú munum mín börn alltaf alast uppi það að hlusta á Breta drottningu og Breta konung. Vonandi náðu Breta drottningu. Já. Og hlusta hana á jólum. Já. Eins og í fyrra, þú veist, þá fannst mér gett áhugavert. Fyrsta hefðinni að pældi hún á líka ekki mikið að ræðum eftir konan. Nei, og líka í fyrra, mástu þá var nýbúið að gerast allt með hana Harry og Meghan Markle og eitthvað. Og hún alltaf með myndir á borðunum. Svona að fjölskyldinu svona gett svona jólalega eitthvað neginn og þú veist, svona gett svona tala hvað þetta tímið þess að elska og vera með fjölskyldinu og eitthvað. Og hún eiginlega alltaf með myndir af þú veist, öllum badabötunum og þannig. Í fyrra var hún bara með mynda sér og manninu sínum. Nei, og nú er hann alltaf dáinn. Já. Þannig hún var örugglega bara með myndu honum það núna, líka aftur. Það skrítið, verðstu bara mynda öllum? Nei, því þú veist þá svona setur hún mynd af Harry og Meghan sem ekki lengur í fjölskyldu. Það alveg enda partur af fjölskyldinu samt. Já, en þetta er allt. Þannig að, þú getur sammála þarna, þú vorum að ræða með Kardashians í síðasta þætti. Hvað þetta er svona calculated? Þannig er allt calculated. Það er ekki tekið miskref, skilur. Nei, fyrir 5 ára planað bara 5 ára frá með tíman sko. Já, og ég segi þú veist ef einhver er með svona eitthvað svona við erum ekki í fjölskyldunni þá eru þau bara ekki í ramma í jóladagsræðunni ég held að sé alveg þannig sko. Bara sorry to say veist. Þetta er svo síðlust sjúklega calculated allt saman en já hver ertu með ykkur fleiri? Það er svo bara margir með svo leiðilegar hefðir. Já. Chloe Grace Moretz, leikonan, hann unga. Já. Og hún segir að svona raunin einu hefðirnar sem að fjölskyldan hennar er með er alltaf að horfa á sömu bíómyndunar. Já. Ég alveg samlega þar. Já. Þú veist, það er mjög algeng hefð. Horfa alltaf að Harry Potter eða Lord of the Rings. Horfa að gera það alltaf. Já. En bæði, Lord of the Rings og Harry Potter. Yfirleitt. Eða annarkvort. Þú veist, það er nóga tíma til þess að horfa á spólur fyrir okkur. En nei, kannski ekki alltaf, skilur við. Hvor alltaf ekki ár? Búin að ákveða? Nei. Mér finnst Harry Potter er meira jólalegt en á milli jól og nýjárs tek ég Lord of the Rings. Já, ok. Hvað ertu lengi að taka Harry Potter? Ertu 3 kvöld, 4 kvöld? Það er bara því hvernig ég byrja, sko. Já. Hvernig ég hætti. Einmitt. Ein spóla eitthvað, 2 tímar eða eitthvað. Og þetta er hvað, 7? Já. Nei, þetta er 8. Þetta er 8? Já, 1 partur, já. 7, 2, já. 7 bækur, 8 myndir. Einmitt. Já. En hún segir hérna, þau eru alltaf 7 myndir og þau horfa til dæmis alltaf á The Grinch. Já, hún er ekki. Hún er góð. Já. Where are you Christmas? Wow. Takk. Ég hugsa alltaf hún er svo sæt með lilla nebban sem er upprættan og... Hún er bara venjulega nebba í myndinni. Hún er eina sem er venjulega nebba. Ok. Allir hinn eru sætir með nebba sinn. Grinch er sætur með nebba sinn. Já. Þannig að, já. Já, algjörlega. Algjörlega. Það er mjög krútlega hefð og það er náttúrulega bara mjög svona algeng. Og ég vona allir sem einhverja bíómyndir sem þau horfa á eða eitthvað sem þau hlusta á eins og The Queen of England. The Queen of England. Definitely. Svo er Kristen Bell og Dax Shepard hjónin sem ég held samt að séu að skilja, eða ekki? Hver? Dax Shepard og veit ég hver það er? Það var ekki ykkur fréttir. Nei, ég kannski rugglast á annar par. Ekki taka mjög alvarlega right now. Þau eru sérst með jólahefð. Jú, veist alveg hvað eru þessi 2? Já, Kristen Bell og Anna Gæin. Já. Er þau að skilja? Nei, ég held ég hafi verið rugglast. Ok. Það var eitthvað svona par að skilja sem var svona gett sætt par. Já. Ég man ekki alveg.
hver það var allavega, þau fara alltaf í road trip og þau keyra alltaf til Oregon búa på bara eitthvað LA eða eitthvað California keyra til every other year, sérst annað hvert ár þá keyra þau til Oregon til þess að vera hjá mömmu hans skjöldskræn lá já og hvert einasta ár sem þau þurfa að keyra eitthvað þá var sér við road trip we don't fly og svo bara stoppum við alls konar stöðum bara á leiðinni það er gaman að fara svona í jólahús allstaðar og markaði og líka þú veist, þetta er eitthvað sem svona, ekki það margir Íslendingar einhvern veginn upplifa að þú veist, er ekkit ok, kannski flest okkar búa höfuðborgarsvæðinu skilur, en sumir alltaf búa Akureyri og þannig en svona að fara aftur heim jólin, það er svo ótrúlega mikið svona það er margir sem kannski byggu Akureyri og er í bænum núna og fara svo já, til Akureyri jólin en ég segi, þú veist, þetta er bara eiginlega hjá flestum í Bandaríkjunum þá þurfum við bara að ferðast tvílíkt fyrir jólin það er alveg ógeðslega krúttlegt að fara í flug og taka móti þér á flugvöllunum, það er alveg gaman að fara í flug á þessum tíma það er alveg gett mikið stemming í flugvöllunni já og allir í jólapeysum og með jólahúu og jólaglögg já og bara svona jóla eitthvað þím í flugvöllunni ég mani þess að ég var úti skil og kom ég alltaf heim jólin nema þar síðast ári þú þurftir að ferðast en ég þurfti að ferðast, það var alveg gaman sko alveg þú veist kaupa allar jólagjafnir úti þú veist, þetta er endala óslega mikið basta því ég þurfti að taka svo mikið með mér en þetta var mjög gaman samt mjög skemmtilegt, þannig að ég fíla þetta hefum og ég fíla þetta hefum að þau fljúa ekki að þau ákveð bara að keyra og bara þú veist, er einhvern veginn í trafíkinni og keyra svona þú veist hjá landsvæði og svona trjám og minnst það alveg eitthvað ótrúlega kósi já, mjög og hlusta jólalög og jólapodcast það er bara svo gott væp þarna er svona, það er gaman að ferðast á því að þú ert bara í góðu skapi vanlega þegar maður ferðast á það er maður svona já, þannig ertu bara en þú bara, ég er að hitta hafa eða eitthvað svona gaman en Gwen Stefani ok hjá þeim þá þú coveraði hurða svona gáttina með jólapappís sem er að jólatrénu og þú eru svo krakkan brjótast í gegnum að alltaf komast að jólatrénu krútlegt það er svo krútlegt já mér finnst það mjög ég er mjög krútlegt þú verður að gera svona fyrir Emblu já, nákvæmlega, hún er bara hrædd við jólatré það var ógeðslega að finna að sjá það já, hún fríkar hún var ekki hrædd mitt nei, henni finnst það bara ógeðslegt hún er bara að tré ekki verið hvít já, það er bara hún er bara, what the fuck this is abnormal hvað er það að gera um þú sjá bleikt tré hún er bara hvað fyrir yfirlið já, a color, never seen one ángriðs tjók ég alltaf að rosta byrstu það er alveg sjúkla litalust núna heima sko, ekkert eðlilega svo fyndi ég líka bara að því að tréð er líka hvít og svona að verða ekstra svona ég veit það, ég er alveg því ég sé alveg pínu eftir því núna að það sé hvít, fyrst nú er ég svona en whatever ég fæ mig grænt á næsta ári já að það veist, nú er ég bara svona, hún hvað sem ég skilur þetta ekki hún rætt veit og hvað skilur já bara tróma þess að barni með hvít tré já, alltaf hrætt við jól núna ég er búin að hugsa svo mikið, maður sér svo oft myndra sem er þetta myndra sjálfur sér þegar maður lítill og mamma, hvað er það að gera? Hún er svo mikið eftir að mamma, okkur voru með hvít tré já, þú þurftur að vera bara hvað að já. Mamma, hvað er að þér? Mamma, okkur var ég aldrei í litum það geta aesthetic já, þetta var, þú varst bara mjög fín en ok, you will like this Jessica Alba hún segir, já, stóru fjölskyldu og þannig að það er alltaf mjög stórt jólaboð á aðfangadagskvöld og hún og sem sagt maðurinn hennar og foreldrar hennar fara öll saman í eldhúsið og cook up some good things pappennar býr til sem sagt svona eldar svona tender turkey sem er þá bara svona kalkuna ekki læri svona tenders, eða ekki svona smá djúpsteikt svona lengjur chicken tenders turkey tenders let me say já, þetta er svona djúpsteikt svona fried ok, hann gerir þannig wait for it en hann er með svona sérst krydd og hann gerir þetta mjög spicy með ferskum jalapenos oh my god I love jalapenos já, ég elska þau sem er spicy Christmas
We like that. Það er svo fyndið, Ameríkanar er svo fyndið mat. Ég veit það, þau eru alltaf með mac and cheese. Já, bara Thanksgiving og bara svona. Það er ekki grillað. Svona feitu, eða svona, okkar er svo óslega, það er svona, hvað segir maður? Traditional. Það er alltaf traditional hjá þeim, skilur. Hefðbundið, en það samt skilur, við borðum ekki hamburgerhrygg allan á þessu hring, en þau borðum mac and cheese allan á þessu hring, skilur. Einmitt. Það er svo fyndið. Líka bara að finna hvernig það komst á þennan menju skilur, að því þú veist, mac and cheese er ekkert talið eitthvað svona fínt eða svona, hefðalegt eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, stegt þau eru bara með svo mikið bara svona ekkert fancy það er bara, kalkúnir eru svona mest fancy svona líkt okkar hefðum einmitt af því þá er svona rauðkál og eitthvað svona ég var svona til í spicy tender turkeys viðkynni á aðfangandag? Nei, bara smakka. Já, það hljómar ekkert eðlilega vel. Ég held ræddum þetta í fyrra, en langar sem það minna aftur á það, Chrissy Teigen og John Legend. Þau eru búin að búa sér til þá jólahefð að panta sér alltaf McDonald's. Já, við tölum þetta. Já. Ég veit ekki akkur við tölum þetta. Það er mjög skrítið. Já, það er bara... Ég sá líka einhverja stjórnaðan, hún fyrir alltaf á Waffle House, Carrie Underwood. Já, einmitt. Alltaf Waffle House. Já. Það er ekki ógeðslega gaman, sant? Já, að fara okkur eitt veitingastað, já. Mér finnst líka ógeðslega krútlegar, ógeðslega margir sem fara út að borða á Þorláksmessu kvöldi. Mér finnst það alveg kjút. Og ég skil það svo feitt. Hver nennir að elda? Daginn fyrir að elda eitthvað stórt, mikið, skilur. Haralegi, ég skil það mjög vel, sko. 100%. En þau segja í matinn hjá sér alltaf á jólunum er beef Wellington. Já. Það er svolítið svona fancy. Já, það er mjög jólulegt. Það er mjög fancy. Þannig eru að koma svona mat sem að meikar sens fyrir okkur. Já, svona meira í takt við hvernig við gerum það kannski. Já, en eru þau ekki bara með mac and cheese og eitthvað svona á Thanksgiving? Er ekki meira svona fancy á Christmas Eve? En Christmas Eve, það er alltaf svona party á bóða. Það sé ekki bara hlaðborð. Jú, ég held að sé bara hlaðborð, sko. Ég held að sé bara mac and cheese og eitthvað dótar í chicken tenders og eitthvað svona kæft það, sko. Hvað skrítið? Já. Þau náttúrulega... Hvað er jólakálið? Já, mitt. Hvað er jólakálið? Rauðkálið og rósakálið, ég elska kál. Kál. Já. Nei, þú veist að þau eru með partí á þann 24. skilur, eða svona margir. Yfirleitt boð, já. Hvað er alltaf partí verði í ár? Hvað var það aftur í fyrra? Var það ekki á Kim? Var það ekki hjá Courtney? Var það á Courtney? Já. Ég meina, túrtaparnar eru komin upp hjá Kim. Það eru alltaf komin upp. Já. Það er alltaf bara orðað jólaskreiti. Það er rosalega mikið. Ég elska svo túrtapa. Þetta eru geggjaðir. Svo skrítið jólaskreit. Við höfum talað þetta. Talaðu mig að lita laust heimili. Hefur farið til Kim? Þú ert bara inspired by her. Nei. Það er bara hvítt allt hjá henni. Allt. Bara tréð, allt jólaskreitið, sokkarnir, stockings. Já. Þetta er svo null homey, finnst mér. Já, þetta er alveg svona pínu bara svona flott. Þetta er svo listasafn. Já. Það er bara þannig, sko. Þú veist, ef ég verið að krakka og er ég bara svona where's the flavor? Já, hún var líka viðtal daginn og eitthvað svona og sagði, þú veist, hvað hún var að segja frá því að þegar Norð fer að rífast við hana, þá er þetta alltaf sem hún segir. Að það? Your house doesn't even have any color. Skil hana mjög vel. Ég er tím Norð þarna, sko. Já, Norð er my kind of woman, sko. Já. Elskar Norð. Hún Greens, Queen, að lega okkur að sjá allt hérna já, hún er bara, fyrst og ég sá að Kim bara slökk á kommentunum að það? Já það er alveg fullt af mýmum að koma úr þessum kommentum, sko já, líka fólk eitthvað svona, where's Pete? Já og hún eitthvað að lesa þetta og líka fólk sem var að segja do you wanna play Venmo? Já, guð það er bara svona að spyrja fyrir það sem ekki veit eitthvað Venmo er en það er bara svona að spyrja, viltu koma að spila aur? Já, bara fólk er að láta hana Venmo á peninga ok, vá, síðlaust fólk er svo klika já, Jesus hún bara, hvað er það? Þú veist, finnir út af því og fara að fyrir Venmo á fólk já, fólk vil eitthvað Northeast, show us your mom credit card oh my god, hvað er ég lægi með þetta lið pæltum maður samt bara alltaf bara ég sko að vera svona að hún með ekki posta hann einu nema mamma hennar sé búin að skoða hvað hún er að posta já, ég hugsa að það sé reglurnar en ég hugsa þegar maður er svona ungur og maður getur óvart ítt og postist það fyrir draft ég held að sé bara alltaf eitthvað að fylgjast með þið sko þegar þetta fólk skilur já, einmitt allan hún postaði bara með barnapíun á kantinum sko já, hún postaði allan
myndbandi núna fyrir bara, núna af heimilinu þeirra í komin í jólabúning þar sá maður Kanye stalking ætli þið verið saman í jólunum já, sástu tónleikana og sorry, við erum komin til allt annað já, það skiptir ekki máli nei, ég sá það reyndar ekki en ég sá að þú postaðir story úr þeim, ég sá það og hlustaður já ég get ekki ég bara ángrist, ég táraðist, ég var bara en Drake og Kanye what a fucking combo ángríns fucking, ég trú ekki að segja hann er vinir þetta er bara mikið engasens fyrir mér ég er svo ánum með það já, ég fílaði að það var smá bíf já, en mér samt skilur það er eitthvað svo cool þegar svona tvær svona svo sást hvað Jay-Z og Kanye gerðu saman skilur það komur svo góðir hlutir þegar tvær stórstjörnur eru vinnir Kanye og Drake vera bara þeir passi ekki saman tónlistarlega séð nei, kannski ekki nei, og ég meina þegar að segja að Drake eiginlega var þú veist þetta voru eiginlega tónleikinu hans Kanye Drake var með miklu minna af lögum en þeir voru að halda tónleika fyrir Larry Hoover sem situr inn í fangilsi og er svona mafíustjóri eða þannig, svona gang leader Free Larry Hoover og þau segja að hann hafi verið ekki gert neitt skilur að halda fram hann saklaus okay. Og ég held að Kim sé meira sé einn af þeim sem er að reyna að ná honum út skilur en tónleikinu voru sérst Free Larry Hoover og þau voru með og í fyrst skipti í mjög langa tíma var Kanye að taka gömlu lögin sín og hann gerir það aldrei hann tekur alltaf bara plötuna sem hann er nýbúin að gefa út en hann var að taka þú veist eins og Runaway og hann klárar Runaway og svo breytir hann í endan og segir run right back to me baby more specifically Kimberly og allir trilltust og ég var bara wow. Oh my god og svo bara daginn eftir er hún bara að reyna að fæla fyrir divorce næsta dag byrstu TMZ bara eitthvað Kim vill vera legally single ég bara við minn góður það er eitthvað mikið að frella hana hjá já en hún allan sett upp stalking hans já en þú veist eins og byrstu all minna þá því eitthvað en ég held að það sé bara svona fyrir börnin já en og þú veist bara þau ætla að setja upp stalking saman og bara neini ekki að setja upp fyrir pappa já það er bara að þú veist svo lítil já þú skilji ekki að það sé búið að útskýra fyrir þeim hann er alltaf áferð að flugja því áttu hvað 2 hús eða eitthvað sem að hann býr hann í Wyoming nei, reyndar rétt þannig að það gæti verið að þú veist þau í rauninni veit ekki eins og að það sé eitthvað svona nei, örugglega ekki þess var örugglega slökkt á kommentunum að því að fólk er eitthvað where's Pete já og þau bara Pete bara vinur með mig skilur North er samt svo ógeðslega North er svo savage að ég held að hún sé alveg bara þú veist hún lítur að vita það já, ég held að hún veit það hún er alltaf elst en þú veist eins og litlu skilur getur ekki verið að þau vita já, Solm og Chicago þau eru bara ok, elska samt, ég er ógeðslega hrædd við hann Elfon og sjálf gæja ok, já, tölum við sem hann það er til dæmis jólahefði sem að koma sterk inn í Íslandi já, þetta er mjög amerískt en mér finnst það mjög creepy dæmi ég er einhvern veginn, ég fíl þetta ekki æði. Já, en þegar Kim er að gera það, hún er að sína frá því mér finnst það geggjað ég er svona, ok, mér finnst það svo krútlegt eitthvað þau erum allir með sín eigin álum it was Solm's elf mér finnst það svo sætt ég ger það ekki sko nei hún bara alltaf segir mér hann ger það, já hann ger það sko þetta er svo krútlegt sko Elf on the Shelf er sem sagt já, það veit allir hvað það er það? Já, mér finnst allir vera að þessu núna já það eru allir að þessu já ég sé ekki annað í story mér finnst þetta æði, ég ætla að gera þetta sko já, mér finnst ekki að því, mér finnst það bara smá creepy já mér finnst einhvern veginn meira creepy þetta á íslensku ég veit ekki af hverju þetta er svona lítill álfur sem að það fylgir bók með og þetta er saga já. Og þetta er svona jólasaga og svo fylgir svona dúkka skilur með og þú átt í rauninni og dúkkan kemur alltaf bara færi sér bara nætunar þegar allir sofa það er alltaf líka svolítið svona eitthvað að hjálpa börnunum að fara að sofa skilur og alltaf með að maður sefur þá gerur prakkarastrygg en börnin með að ekki snerta dúkkuna nema hönskum því að þú veist þá getur mist töfrana sína sem er bara svona svo að það verði ekki að leikfangi og verði ekki skemmt skilur sem er ógeðslega sniðugt bara well done Carol Absurdold sem skrifa þessa bók en það er líka sagt að hann sé svolítið, eða þú veist þessi álfur sé svolítið líka að fylgjast með fyrir jólasveinin sko hver er óþekkir og hver er ekki og eitthvað og svo alltaf þegar svo er hann óþekkir sjálfur já og svo alltaf þegar fólk, eða veist þegar börnin vakna þá er þau búin að gera eitthvað svona prakkarastrygg
Veist, það svo ógeðslega margir með geggjar hugmyndir. Já. Það skemmtilegt einhvern veginn, þú veist. En þú veist, heldur að Kim sé bara að ráði eitthvað í að sjá elfan sjálf. Já. Að þetta svo ógeðslega ykt. Og þetta ógeðslega mikil vinna. Já. Það sem maður að gera hjá henni bara að þau rústa heimilinu, skilur. Já, einmitt. Ekki svo við gætum bara gert það. Hún 100% með einhvern í þessu, sko. Þú veist, starfsætið Elf on the Shelf directed for Kim Kardashian. Ég var bara, má ég segja? Það var mjög creative, sko. Ángríns, en líka fyrst eins og Courtney er búin að gera þetta líka mörg ár og hún har alltaf verið að deila þessu og hann bara mjög slagur, sko. Hann kannski hangir á, þú veist, eitthvað svona frekar hættulum stað eða eitthvað þannig, en hann ekkert eitthvað, þú veist, að drösla til, eða þú veist eitthvað, já, en svo hefur maður séð margir sem eru svona, þú veist kannski búin að rífa klósipappír út allt og kannski búin að kúka í sem er búin svona smá súkkulaði móli, þú veist, kúki í eitthvað og ég veit ekki hvað ógeðslega að fyndi. Já, þetta er það. En svo típist bara svona ég gaf Birni svona í jólagjöf fyrir 5 árum síðan og að því ég var svona að þetta ógeðslega svona ég veit ekki, mér fannst það krútlegt að gefa það í jólagjöf, þú veist, og þannig Hildur þá basically fekk það. Þegar hann var of lítill til þess að vita hvað jólagjöf væri í raun og veru. Þannig að núna er hún alltaf að gera það. Mér finnst það mjög krútlegt. Já, það er mjög krútlegt. Ég hef bara búin að raða allum dótabílunum upp eins og það farið, þú veist, á svona að vera að leika sér. Það er ekki vinna við þetta. Ógeðslega mikil vinna. Kom með eitthvað nýjar hugmyndir. Er þetta fram að aðfangadag eða? Já. Frá bara fyrsta dag? Ég held það nefnilega, sko. Þetta er alveg sjúkl og plús og mun eftir jólasveininum. Og allt hitt, skilurðu. Mikið að gerast. Þetta er svona önnur hefð inn í að því að, þú veist, Amerikanar eru með 1 jólasvein. Við erum með 13. Já, allt marga. Já, og svo þetta með. Já. Jeez. Það er alveg mikið vinna að vera, þú veist, foreldri. Já. En svo náttúrulega, þú veist, er líka svo erfitt ef að krakkarnir eru orðnir, þú veist, það gamlir og eru orðnir ógeðslega spennt fyrir Elf on the Shelf og svo koma í skólan og hvað gerði álfurinn þinn? Og þá er ógeðslega og það er engin alvöru heimilinu. Já. Álfurinn kom ekki til mín og þá verður hitt þetta mun þurfa að vera á öllum heimilinu eftir svona 5 ár, sko. Já. Og því að þetta er að koma svo sterkt inn og já. Kannski kemur barnið heim bara eitthvað, okkur kemur álfur heim til Emblu en ekki heim til mín. Skilu, það er rosa leiðilegt. Já. Eða Emblu kemur okkur álfur heim á þessum en ekki á mér. Ég fæ svona hjartað. Ég fæ líka alltaf hjartað þegar börnur eru bara eitthvað, já, ég fekk iPad í jólagjöf, í skóin. Það var svona, oh my god. Það er ekki lægi. Nei, það er galið, sko. Ég fekk alltaf bara eitthvað, þú veist, PS-kalla á eitthvað. Já, og mandarínur. Já, ég var mjög annað með mandarínur. Það var geðveikt. En ég meina, breytti tímar, en það er alltaf. Já. We love you guys. Love you. Sko, sjáumst næst. Á aðfangadag. Ég stætti á það pakkar mína. Já. Oh my god. Það er 1 pakki eftir. Það er 1 pakki eftir. Ertu búin að kaupa hann? Já, en þú? Já. Nú var alveg að segja. Nei, sko, part af honum. Já. Búin að kaupa part af honum. Geggjað. Spennt að sjá þig aðfangadag, baby. Já, spennt að sjá þig líka. See you then. See you next week. Merry Christmas. Merry Christmas, y'all. Happy shopping. Já.